Áfram höldum við í jólaskap. Og í sófann til mín eru komin þau Íris Hauksdóttir og Sindri Geir Óskarsson. Verið hjartanlega velkomin. Takk fyrir. Já, takk fyrir það. Þið eru jólaleg. Já, við fengum sama memóið að mæta í jólapeysunum í dag. Við höfum sendið eitthvað svona silent hugboð. Það lítur vera. Ég meina, hafið þið hist á þér eða? Nei. Ég fylgist með honum á TikTok reyndar. Já, ok. Gaman, sko. Það er kannski þaðan sem hann hefur fengið hugboðið frá mér. Það getur verið. Oddur var reynda búinn að segja mér frá okkur að þú mættir hérna með krakkana, var það ekki í þáttinn? Jú, passar. Þau alveg stálu senunni. Já, ég þarf ekki að hafa áhyggjur af upplýsingafulltrúastarfinu í framtíðinni. Þetta sjáum við það að þú komst ekki með núna, nú ætlar þú að fá að tala. Nú ætla ég að láta ljós mitt skína. Já, það er akkurat þannig. Enda náttúrulega, þú ert að láta ljósið þitt skína heldur betur við, eða öllu heldur þú ætlar að lýsa okkur núna jólin hér á N4. Já, við ætlum alltaf að reyna okkar besta, ég og bróður minn, Snorri Eldjárn. Þið tókuð upp tónleika? Við tókum tónleikana okkar upp hér á N4. Við tókum það ákvörðun að hætta engum saman að óþörfu, svona rétt fyrir jólin heima á Dalvík og þá bara einhvern veginn lá beinast við að koma hérna á N4 og fara í samstarf. Dásamlegt. Og safna styrkjum og við fengum styrki þannig að við getum bara leyft öllum að njóta jólin. Hátíðlegra verða nú ekki. Hátíðlegra verða það ekki. Þessi tónleika verða á dagskrá annað kvöld, aðfangadagskvöld. Passar. Og svo endur sýndir held í 27. Já. Svona fyrir þá sem vilja horfa aftur og aftur og aftur. En Sindri minn, Þorláksmessa. Jú. Þetta búin að gera jólapreddikunina? Hún næstu tilbúin. Þetta er allt undir kontról. Já, ég er svona þarf að vera í smá spennu og smá stressi til þess að skila lokaafurðinni, sko. Já, ég skil. Ég tengi. Jú, ég tengi svo mikið. Eigum að segja að þú sért Íslendingur? Já, það gæti verið það bara. Þannig að þetta reddast. Já, þetta verður líka bara betra, sko, þegar maður finnur að það er svona korter í magasár og þá svona fer þetta bara í réttan farveg, sko. Ekki jólalegri en í magasár. En hvernig verður nú helgihaldi háttað í Glerárkirkju? Það verður svona blanda af bara hefðbundnu og smá svona COVID-braga á þessu. Við ætlum að vera með aftansönginn okkar og miðnættumessu eins og venjulega á aðfangadag. Við ætlum reyndar að færa aftansönginn til 5. Þetta er eitthvað sem við erum búin að sjá gert svona í nokkrum kirkjum. Og þá er fólk að labba út úr kirkjunni kannski 5 mínútur í 6 eða þannig spenni beltin og þá byrja kirkjuklukkurnar að hringja jólin og keyrir bara heim með steikina, sko. Þannig ég held að það sé alveg pínu spennandi að fólk hafi þá valið hérna á Akureyri við klukkan 5 út í Glerárkirkju, svo er þessi 6 messa í Akureyrarkirkju, þannig ef einhver vill halda í messunum klukkan 6 þá er það í boði. En ef einhver vill mæta 5 og bara vera að rúnta heim til sín 6-leytið og hefja jólin þar, sko, þá er þetta spennandi, sko. Að stilla á Gerði G eða hver það er sem verður þarna klukkan 6. Ég held að það verði nú bara fátt jólarar heldur en að gera þetta akkurat, að taka inn jóla í ljósinn og faðma sér fjölskyldunni þegar heim er komið og setjast að borðum. Já, ég er allavega til í að pröfa, sko. Já. En við sjáum það, sko, við náum ekki að vera með jóladagsmessunni eins og venjan er. Þetta væri bara út af samkomutakmörkunum svolítið þröngt. Fólk þyrfti að mæta í hraðpróf milli 1 og 5 á Þorláksmessu til þess að geta komið í stundina, sko. Þannig að við ætlum að vera með streymi. Bara taka upp góða fallega jólamessu með kórnum okkar og svona og senda hann bara út. Já. Þannig að við förum svona milliveg, við verðum bæði í nærverunni og fjarverunni þarna. Akkurat. Bæði í hefðinni og nútímanum eins og staðan er. Sem þú fórst nú ekki varhluta af. Nei. Við fengum nú aldrei skot þarna út frá. Já, það kom upp hópsmit þannig núna í endan nóvember. Við skulum ekki dvelja við það. Alls ekki. Förum þaðan yfir í gleðina, yfir í sko aðventuhefðir og Þorláksmessuna og svona. Þær eru margar á Dalvík? Þær eru margar á Dalvík. Það er svona skemmtilegasta aðventuhefðin er þegar jólasveinarnir koma á Kaupfélagsvalirnar. Og svo erum við líka með hefðir í skólanum. Þú kemur með jólapóst, þú getur farið með jólakort í póst í skólanum og þá koma jólasveinar og bera þau út á aðfangadag og fá eitthvað gott í staðinn frá börnunum. Þetta er alveg ótrúlega skemmtileg hefð. Og svo erum við með nýburagjafir sem að fara í póst líka, allir nýburar sem fæðast í Dalvíkurbyggð. Þeir fá gjöf frá sveitarfélaginu á jólunum og það er svona lítið armband þar sem þú getur farið og skrifað nafnið af barninu.
Þetta er mjög skemmtileg hefð. Í alvöru? Já. Já, þetta hef ég aldrei heyrt. Já. Þetta er ótrúlega farlegt. Þannig að þetta fá allir nýburar sem fæðast á árinu. Já, bytti nú. Þetta vissi ég bara hreinlega Nei. ekki. Og enn þó starfandi prestur þarna. En á móti kemur, ég hef aldrei eignast barn í Dalvíkurbyggð, þannig að Nei, það er kannski þess vegna. En gott fólk, það er Þorláksmessukvöld. Eru þið skötufólk? Sko, það er alltaf skötuveisla hjá Tengdó. Ég er ekki mikil skötumanneskja, en það kannski lærast það með aldrinum. Ég er ekki ennþá búin að gefa vonina. Ég held ekki, sko, en þetta er það þarf að vera fiskur á Þorlanga, en ég bara einu sinni smakka skötu og var ég að þjóna bautanum. Og hún var allt í lagi svona, en kannski skrifast á við þjónarnir voru búin að fara aðeins og mikið í ákavíti. En hún svona, þetta er ekki eitthvað sem þarf að vera hluti af mínum jólum. Það er það ekki? Nei. En það er samt Þorláksmessu hefð, sko, allavega fyrir COVID þá hittist alltaf stór tengdafjölskyldan, borðum hangikjöt og fórum sína í kirkjugarðinn á miðnætti. Og það er eitthvað sem við gerðum ekki í fyrra og það er eiginlega eina sem ég fann svona tilfinningarlega fyrir að vantaði, sko. Ég skil. Já. En þið gerir það þá vantarlega þetta árið? Það ætla ég að vona. Allavega stelast saman í garðinn, sko. Já. Þetta er bara svo stór hópur, sko. Já, einmitt. Það er þannig. En ég er skötumaður, svo það sé bara líka klárt fyrir. Það er bara þannig. Já, hún mátti eiga það áttur. Það er gott að einhver af okkur er það. Ég held upp í merkjum. En gott fólk, ég óska ykkur innilega bara gleðilegra hátíðar. Sömuleiðis, takk. Og takk fyrir komuna og við endum þáttinn á því að Íris og Snorri ætla að syngja fyrir okkur Jólin allstaðar, því að jólin þau eru alveg að koma. Fallega fólk, ég óska ykkur innilega gleðilegra hátíðar og hafið það sem allra best. Gleðileg jól. Jólin, jólin allstaðar með jólagleði og gjafirnar. Börnin stóreygð standa hjá og stara jólaljósin á. Jólaklukkan boðskap ber bjarta framtíð handa þér og brátt á himni hækkar sól við höldum heilög jól. Jólin, jólin allstaðar með jólagleði og gjafirnar. Börnin stóreygð standa hjá og stara jólaljósin á. Jólaklukkan boðskap ber